Heyrðu, ef ekki bara að byrja þetta? Ekki að setja með bóðið. Komið sæl, ég heiti Hafliði og ég kenni þennan áfanga tölvustuð framleiðsla á Vorön. Ég, svona með fyrirvara, ég tek upp þennan fyrirlestur og setja hann inn á netið þannig að þið getið sótt hann síðar. Svona áður en ég kannski fer ég að kynna áfangan að þá langar mér svona aðeins að eiga við ykkur samtal. Hvaða reynslu hafið þið af að horfa á fyrirlestra í gegnum myndbönd? Svo. Hafa kennarar eitthvað verið að taka upp fyrirlestra í náminu ykkar? Já. Hafið þið eitthvað horft á fyrirlestra bara heima? Aðeins, stundum, kannski við réttum við bent. Þeir sem hafa einhvern tímann horft á fyrirlestur á myndbandsformi í þessu námi. Ok, það er nánast allir. Einhverjir sem hafa haft slæma reynslu af því að horfa á myndbönd. Fundist myndbönd verið slæm eða ómarkviss. Ok. Já. Ok. Þetta er í 5. skipti sem ég kenni þennan kúrs og ég hef tekið upp nánast í alla fyrirlestra sem ég hef haft. Ég ætlaði mér að prófa það í þetta skipti að taka og klippa saman fyrirlestra sem hafa verið haldnir hingað til og minnka þar af leiðandi þörfina á viðveru hérna. Af því að reynslan hefur sýnt mér að nemendur hafa verið að mæta svona þokkalega vel í fyrstu tímana og síðan þegar líður á önnina þá fer að kvartast mikið úr hópnum og fólk fer í rauninni bara að horfa á fyrirlestrana á netinu. Þannig að í staðinn fyrir að neyða ykkur til þess að mæta í fyrirlestra hérna, þá ætlum ég að prófa það í þetta skiptið að taka saman vídeóefni þannig að þið getið horta bara á ykkar eigin tíma, bæta við kennsluefni og námsefni þannig að það verði þá í rauninni færri svona fyrirlestratímar á mánudögum sem að verða haldnir. Einhverjar skoðunar því? Nei, ég held að verði fínt sko. Flesti fyrirlestrarnir eru þokkalegir og ég er búinn að reyna að leggja alla vinnu í að tína saman bestu fyrirlestrarna. Það getur vel verið að ég er ekki búinn að fara í gegnum þetta allt saman. Ég ætla að endurupptaka eitthvað af þessu. Það getur vel verið að það komi tilkynning að ég muni halda einhvern 1 eða 2 fyrirlestra yfir önnina hérna þar sem við munum taka það upp og ég læti ykkur vita nákvæmlega hvernig það fer. En ég sé í rauninni enga ástæðu fyrir því að taka upp eða halda sömu fyrirlestrana aftur. Mér finnst það í rauninni ekkert sérstaklega skemmtilegt að fara með sömu rausuna aftur þegar það er til bara alveg fínt efni. Þannig við ætlum að prófa það og ég vil endilega að þið segja mér frá því ef að það hentar ykkur illa, ykkur finnst það ómarktækt eða úrelt að einhverju leyti. Það er bara algjörlega valid gagnrýni. En ég ætla að gera mitt besta að uppfæra það með nýjustu upplýsingum svona as we go. Ok. En svona, ef við keyrum bara aðeins inn í áfangan, hvaða áfang gerir í dag, hvað erum við að fara að gera, hvað vil ég taka út úr þessu. Að ég byrjaði í þessum geira fyrir rúmum 15 árum síðan þegar ég var nemandi í tæknifræði og þá uppgötvaði ég minn fyrsta 3D-prentara. Þetta er eiginlega eins og að vinna, í dag er það að vinna með tölvu, þetta er eins og að hafa unnið með borðspil. Þetta er bara á síðustu 10 árum hefur tæknin farið ljósar fram í tíman með tilliti til hversu notendavæn hún er, hversu reliable hún er, hversu mikið efni, námsefni, bara allt. Það er mjög mikil breyting á mjög stuttum tíma og þar af leiðandi það er ekkert sérstakt námsefni í þessum áfanga. Það er ekki bók sem ég læt ykkur fá, það er ekki hann er aðeins öðruvísi að því leytinu til að allt námsefnið þurfið þið dálítið að finna sjálf og ég bendi ykkur í áttina að hvert við förum pluss og fyrirlestarnir sem ég læt ykkur hafa og svona
ramminn sem ég seti ykkur gagnvart verkefninu sem þið framkvæmið. Ég vinn núna hérna sem tæknimaður upp í Háskóla Íslands, að vinna hérna við að setja upp svona FabLab-aðstöðu eða frumgerðarsmíðaaðstöðu út í V3 og kenni þar af leiðandi þetta efni. Ég var að vinna áður hjá FabLabinu í Reykjavík, upp í Breiðholti, var þar í nokkur ár, var hjá Nýsköpunarmiðstöð, búinn að setja upp nokkur svona makerspace og hackerspace og þannig aðstöður, þannig að það er svona starfsferillinn. Ég er með BSc gráðu í tæknifræði og með viðbótardiplómanámi í Fab Academy sem er svona alþjóðlegt nám tengt svona FabLab tækni og já, bara svona stutt það. En FabLab, hefur einhver þetta komið inn í FabLab? Einhvers konar FabLab? Engin? Ok, hefur einhver þetta unnið með 3D-prentar áður? Engin? Hefur einhver hérna unnið með 3D myndvinnslu áður? Sem 3D hönnun? Ok, mjög áhugavert hvað er mismunur á milli ára. FabLab er stytting á orðinu Fabrication Laboratory, þar sem að fabrication er aðgerðin við að búa til eitthvað með tækjabúnaði í fyrsta sinn. Að fabrikera eitthvað. Þannig að þetta er unni rannsóknarstofa fyrir frumgerðir, en við getum horft á þannig, eða íslenska á þannig. Í svona smiðju þá er þetta að finna 3D-prentara, geislaskera, CNC-fræsa, vínilskera, alls konar tölvustýrðan vélbúnað sem við getum notað til þess að búa til alls konar dót. Og áfanginn að mörgu leyti snýst að læra að nota þessi tæki til þess að skapa eitthvað dót, einhvern búnað eða einhverja muni. Það getur verið bara til yndisauka, skemmtilegt, það getur verið verkfræðilegt og við erum náttúrulega að nálgast þetta dálítið frá svona verkfræðilegum vinkli, en svona smiðjur eru líka notaðar í listsköpun, í hönnun, í vöruhönnun, innanhús arkitektúr og alls konar þar fram eftir götum. Þannig að þetta er mjög víðfeðm application. Það er hægt að nota svona rými og þann tækjabúnað sem er inn í svona rými á mjög fjölbreyttan máta. Þetta er reyndar gömul glæra, en það eru einhverjar 12 FabLab-smiðjur til víðs vegar um landið. Ef þið lærið á eina, þá getið þið notað nánast í hverju sem er. Það vantar inn á þessu glæru hérna Selfoss, Reykjanesið og Húsavík og fleiri. Þannig að það eru FabLab-smiðjur svona víðs vegar um landið sem að hægt er að nota og margar þeirra eru tengdar framhaldsskólum, sérstaklega iðnskólum eða svoleiðis. Þannig að þær eru fjölmennur um landið, en það eru einhverjar 3000 FabLab-smiðjur til víðs vegar um heiminn. Og allar eru með sömu staðla, sama tæknibúnað og hafa í rauninni sömu grunnmarkmið. Í rauninni að auka aðgengi almennings að þessum tölvustýrða tæknibúnaði. Og eins og ég segi, það eru svona fleiri hugmyndir hvaða áhrif það hefur og svo framvegis. Ein áhugaverð svona notenda application við svona FabLab er meðal annars bara að gera fólki, almenningi, samfélaginu okkar kleift að vera meira skapandi, efla hugvitið í nærsamfélaginu og mögulega nýta í rauninni þessa getu, framleiðslu getu til þess að minnka sóun. Þið getið ímyndað ykkur allt hráefnið sem að hringsólar í bara borginni, bara í Reykjavík. Ímyndað ykkur ef og allt hráefnið sem fer á haugana, bara er urðað eða brennt eða hvað nú er. Ímyndað ykkur nú ef þið getur tekið allt þetta hráefni, endurunnið það í einhvers konar stokkmaterial, þar að segja í vinnanlegt hráefni,
og keyrt það í gegnum svona vélbúnað og þið búið til nýjar neysluvörur. Það er að segja að ekkert urðað, heldur hringsólar hráefni bara innan borgarmarkana og fer á þá staði sem að þess þörf. Þannig að það er svona sjálfbærni vinkill í FabLab svona hugmyndafræðinni. Og við svona ræðum hugmyndafræðilega aðeins meira það, en það er svo sem kannski ekki beinlínis partur af þessum áfanga. Eitt sem var mjög áhugavert sem gerist í COVID var að á ákveðnum tímapunkti þá var skortur á læknavörum. Það er að segja að það var svo, þetta kom svo snögglega upp, COVID kom svo snögglega yfir allan heiminn að það voru allir sem vildu fá sömu vörurnar. Þannig að á mjög skömmum tíma þá tókst okkur að búa til frumgerðir fyrir Landspítalann svona hlíðarskildi úr bara hráefni sem var hægt að fá í hilluvörum á Íslandi. Og við gátum deilt hönnunum meðal okkar víðs vegar um landið og á einni helgi þá vorum við komið með virka frumgerð sem var hægt að bara framleiða. Og það var ekki þannig að frumgerðin var í rauninni þannig og leið og við vorum búin að búa til fyrstu frumgerðina og þá hefðum við þannig að þessi geta farið að framleiða vöruna. Við erum reynda bara svo heppin á Íslandi að það þurfti aldrei að koma til þessa vegna þess að á mánudeginum að þá kom flugvél með sendingu frá Kína. Þannig að helgin fór í rauninni bara í að gera frumgerðina og síðan ekkert meir. En í einhverju krísu getur maður alveg séð fyrir sér að geta framleitt eitthvað staðbundið út frá einhverjum þörfum sem að nærsamfélagið krefst frekar heldur það að þurfa að sækja tilbúna vörur einhvers staðar hinum megin frá hnettinum. Og það er að einhverju leyti svona krafturinn sem getur orðið til í svona smiðju. Nú, efni áfangans. Það eru 4 verkefni sem að þið framkvæmið á önninni. Og ég fer betur í gegnum þau þegar það kemur, en í stuttu máli séð þá þurfum við að búa til vefsíðu sem er eitthvað portfóljó, þar sem er skiluð öllum verkefnum. Þið þurfum að búa til tvívíða hluti fyrir geislaskurð og vinniskurð. Þið þurfum að þrívíða hanna hluti fyrir 3D-prentun. Síðan er lokaverkefni sem er hópaverkefni og þeir noti stóra fræsin til þess að fræsa eitthvað stórt. Og þetta verður í rauninni allt skjalfest inn á heimasíðunni ykkar og þið eru svo metin í rauninni út frá því kontenti sem að heimasíðan ykkar býður upp á. Heimasíða er í rauninni tvíþætt, það er tvíþætt ástæða fyrir heimasíðu. Annars vegar er bara hreinlega að heimasíða getur sannilega sig alveg eins virka eins og ritgerð. Það kemur í rauninni allt nákvæmlega saman fram. Nema heimasíða er public. Eða þið getur kosið að halda henni public. Þegar þið farið út á vinnumarkað eða þegar þið farið í áframhaldandi nám eða hvað svo sem þið ákveðið að gera þegar þið eru búin hérna, að þá skiptir ykkur engu máli hvort þið fengu 7 eða 9 eða 10 eða whatever í einhverjum random áfangum í háskóla. En hins vegar ef þið eru með eitthvað portfóljó sem þið getið sýnt fram á þetta hvernig þið vinnið, sem er aðeins meiri svona útlistin á hvernig ykkar vinnuflæði, hvernig þið vinnið, að það getur klárlega verið eitthvað til í hag. En síðan er þetta líka hins vegar að það er í rauninni ekkert námsefni beinlínis til. Þetta er bara alltaf á netinu. Þannig að þið munið örugglega koma til með að styðjast við leiðbeiningar frá öðrum nemendum frá öðrum árum, hvort sem það er á þessum áfanga eða öðrum háskólum, sem er í rauninni bara ég gerði þetta og síðan þetta og síðan þetta og þetta var niðurstaðan úr því. Þannig að það er ástæðan fyrir því að láta ykkur skila mér í rauninni vefsíðulega. Og já, síðan er þetta líka bara ágætis æfing í að nota kóða til þess að representera einhvers konar grafísk element. Það er að segja nota HTML, CSS og JavaScript til þess að í rauninni skila frá ykkar vinnuframlagi. Er líka góð æfing bara í að nota kóða til þess að displaya eitthvað.
einhver element í því sem þið voru að gera. Við erum með geislaskera. Þetta eru reyndar ekki alveg sömu týpur og við erum með, en bara svona til að sýna ykkur. Við erum með geislaskera sem er í rauninni sker í tvívíðu form, eða sker tvívíð form. Það verður alveg sér fyrirlestur og erindi geislaskeran, saman við 3D prentarann sem hérna í miðjunni. Hann í rauninni byggir hluti bara upp eins og bara límbissa, layer fyrir layer, og það er að gera alveg magnaða hluti við 3D prentara sem að klassíska framleiðsluaðferðir geta ekki boðið upp á. Og síðan sé fræsir sem sem sagt 3 metrar sinnum 1,5 metr sem að getur skorið í gegnum þykkari og flóknari efni. Öll þessi tæki hafa svona kosti og galla, og saman bara geta þau leyst alveg ótrúlega áhugaverð vandamál og búið til ótrúlega áhugaverð form sem að jafnvel þið mynduð ekki geta keypt neins staðar. Þannig að það er svona hugmyndin í rauninni sko, af hverju mynduð þið vilja vera takmörkuð við það sem þið getið keypt út í búð, ef þið getið bara hreinlega smíðað það sjálf nákvæmlega eins og þið viljið. Hérna er eitt dæmi nemendaverkefni frá fyrri árum. Þetta er púsluspil. Ef þið hafið einhvern tíma að spila svona, þú veist, Connect whatever, nema hann þetta frá grunni og setti Ísland, að hæðakort af Íslandi inn á það. Það er mjög cool. Sambarilegt, en þetta var borð, hæðalínukort af Íslandi fræst út í svona viðarkupp og búið til borð úr því. Flugvélavengur eða mót af flugvélavæng sem að einn nemandi gerði. Þannig að í rauninni þið sjáið að sko vængurinn er hérna innan í og þetta er í rauninni bara mót til þess að geta steypt vænginn saman. Kollur, bara einfaldur kollur sem að small saman með pressfit, engar skrúfur eða neitt þannig. Hjólabrettastandur, útsteyptir skartgripur og svona ekki carbon fiber heldur svona composite efni til þess að undir blómapott sem var síðan steypt. Þannig að það er alls konar aðferðir sem að við getum skoðað í áfangunum til þess að búa til eitthvað sem að þið hafið áhuga á að smíða. Og kajak, sem er svona kannski aðeins meira advanced, en hægt að gera, engu að sér. Kennsluáætlun. Eins og ég segi, eftir áfangan, eða sem sagt í áfangunum þá ætlum við að læra að gera vefsíður og skila, eða sem sagt vefsíðu, hver veit, og skila á okkur þannig ákveðnu portfólíói og nota ákveðna aðferðafræði við útgáfustýringu til þess að hlaða henni upp á netið og breyta henni síðan eftir því sem áfangunum vindur fram. Við ætlum að læra parametriska hönnun. Parametrisk hönnun er í rauninni bara parametrar í staðinn fyrir að þið segið að þessi lengd sé 10 cm og þessi lengd sé 20 cm og það er svona mikið horn á milli þeirra, að þá segið bara þessi lengd er x og þessi lengd er y og þessi gráða er h eða eitthvað, og þá getið þið breytt því eftir á þannig að formið í rauninni breytir sér eftir því sem að ykkar þarfir breytast varðandi hönnunina. Kenni ykkur það. Þrífaðar hönnun fyrir 3D prentun og 3D skönnun. Sem sagt, við ætlum að læra hvaða skorður svona tæknibúnaður hefur, eða hvaða takmarkanir, og átta okkur aðeins betur á því hvað við þurfum að hafa í huga. Það er ekki alltaf hægt að ýta bara á print og það bara virkar. Við þurfum aðeins að velta fyrir okkur hvaða takmarkanir eru til staðar. Við ætlum að skoða hönnun á útsteypumótum, hönnun á stærri einingum eins og innréttingum, og við ætlum aðeins að velta fyrir okkur verkefnastjórnun í hópvinnu. Og þetta er allt representerað hérna í hæfniviðmiðum fyrir áfangan.
Eins og ég segi, kennsla og kennsluform, sko, ég ætla að reyna að minnka svona í persónu fyrirlestra og frekar að láta ykkur fá vídeo af eldri fyrirlesturum sem eru ennþá valin. Ég mun þó örugglega setja inn einhverja svona nýrri fyrirlestra sem ég geri bara annars staðar eða þá ég held á hér og eftir að nákvæmlega ákveða það verður aðeins að koma í ljós. Með því að spara okkur þann tíma að þá geti verið með meiri aðgengi fyrir ykkur í tæknibúnaðinn og ég geti verið með meiri one-on-one kennslu. Það er að segja við getum hist oftar og haldið fundi eða einhver sér þarfur. Sem sagt, ef ykkur vantar einhver aðstoð við hönnunarforrit, ef ykkur vantar einhver aðstoð við að gera eitthvað í vefsíðunni ykkar eða svo framvegis, að það var bara meiri tími fyrir mig til þess að aðstoða ykkur við það. Þannig að þetta er svona hagræðingaraðgerð, ef ég getur sagt. Ég ætla að vera með opið út í V3, sem sagt í aðstöðunni og því í rauninni byrjaði ekki að mæta þangað fyrir það bil svona kannski annarri vikunni í febrúar, fyrstu til annarri vikunni í febrúar, til þess að fara að byrja verkefnin ykkar. En ég ætla að vera með opið, held ég að ætla að reyna að vera með eftir hádegi á þriðjudögum, eftir hádegi á miðvikudögum og eftir hádegi á fimmtudögum. Þannig að þið getið þá í rauninni bókað ykkur á þessu pláss eða í rauninni bara mætt. Hingað til hef ég verið með opið bara eftir hádegi á miðvikudögum, en ég ætla að reyna að samið þetta aðeins við einn annan kúrs, þannig að það verður þá svona opið aðeins yfir lengra tímabil og já. Þannig að það verður ekki kannski eins mikil traffík á svona afmörkuðum tímum. Annars er þetta miklu leyti einstaklingsbundið nám því að maður þarf að hjálpast að við ákveðna þætti, kenna hvort öðru og svo framvegis. Ég er byrjaður og kominn langt með og búinn að publicera 2 myndböndum sem eru hérna á YouTube. Þetta er sem sagt annars vegar bara sem sagt inngangur að tölvustuddri framleiðslu frá því fyrra og síðan kynning á hvernig verkefni 1 á að ganga fyrir sig. Það er alltaf takmarkað og stundum getur kannski verið svona mistúlkað hvernig verkefnin eiga að vera framkvæmt, en ég vona að þetta myndband hérna svona útskýri þetta nánar. Og þetta verður inn í kennsluáætluninni. Ég átti eftir að bæta þessu hérna inn, en þetta verður hérna inn á kennsluáætluninni eða þá ég bæti þessu hérna inn í námsefni. Svona nokkurn veginn dagskráin. Janúar fer í, hérna. Verkefni 1 er basically janúar. Verkefni 2 og 3 fáið þið afhent á sama tíma í lok janúar og eiga að vera unnin í febrúar fram til svona miðjan mars. Lokaverkefnið verður gefið í byrjun mars og á að vera tilbúið fyrir páska. Páskarnir eru tiltölulega astanlegir í ár. Það er að segja það eru páskar og strax eftir páskar eru lokapróf, sem að þýðir að við höfum engan tíma eftir páskarna, sem er svona kostur og gallar. Það er örugglega fínt fyrir ykkur upp á að læra undir lokapróf, en fyrir þennan áfanga þá þýðir það að við erum á handahlaupum hérna fyrir páska að klára. Það verða svo hérna kynningar á lokaverkefninu hérna alveg í lokin, sem sagt páskarnir byrja 16. apríl og eru til 21. Og 22. byrja lokaprófin hjá okkur. Hérna 14. verða kynningar á lokaverkefnum. Það er sem sagt mánudagur í 14. Ef að allt gengur upp eins og ég hafi ætlað mér, þá er það í rauninni næsti tími sem við hittust öll hérna saman. Í millitíðinni þá skoðið bara vídeóin og spyrjið mig spurninga, bókið mig á fundi og svo framvegis. Þannig að hérna gerum ráð fyrir á þessum tíma, mánudögum
klukkan segjum frá 2 til 3 og þá getið þið senda mig tölvupóst og bóka mig á fund, kortisfund, hvenær sem er. Og það verður þá væntanlega bara út í VFR 3, eitthvað svoleiðis. Og við gerum ráð fyrir að leið og lokaverkefnið hefst, sem eru þó þarna í byrjun mars, að þá munum við reyna að rótera því þannig að ég hitti alla hópana að minnstakosti einu sinni yfir þetta 2 vikna tímabil til þess að skoða hvað það að gera, hvernig það nálgast verkefnið og svo framvegis. Og ég útskýri það betur í tilkynningu seinna. Ekki. Það er mjög oft í þessum áfanga þannig að fólk að bíða alveg fram úr síðustu stundum með að gera verkefni sín. Þetta er eiginlega frekar fyndið. Að það er svona 60% af áfangunum byrjar ekki á verkefninu fyrir undir svona mitt tímabilið, svona segjum að það taki 4 vikur frá því ég gefi ykkur verkefni þangað til þið skila því. Það bil helmingurinn á hópnum byrjar eftir 2 vikur. Og það bil helmingurinn er þá að vinna verkefni á síðasta deginum, sem að þýðir að það er rosalega mikil aðsókn í tækin, sem að þýðir að þið þurfið að bíða miklu lengur eftir að fá aðstoð, eða sem sagt að komast í tækin. Takmarkandi þátturinn er í þessum áfanga alltaf að það er bara x mörg tæki sem geta unnið á sama tíma. Það er bara 1 geislaskýri sem dæmi, sem þýðir að þið þurfið að bíða eftir að það er bara röð. Þeim mun fyrr sem þið byrjið, þeim mun fljótari, það er að segja þeim mun minni tími þurfið að bíða eftir að komast í tæki. Þetta er svona illa geymt leyndarmál. Þannig að ég hvet ykkur til þess að vera mjög snemma að byrja, af því að þá eru þið miklu þá ef þið eru undan öllum hinum, ef þið eru undan kurfunni, þá er minni tími sem þið eru idle. Þannig að það er svona eitt sem ég læst frá undanförnum árum. Já, þannig að það er nokkuð þannig. Ég ætla ekki að fara í það í þessum tíma að útskýra fyrir ykkur verkefni 1 beinlínis, af því að það er 20 mínútna vídeó sem að útskýra verkefni 1. Hérna er svo inngangur á tölusettur framleiðslu sem er meira fólkið í að bara útskýra aðdragandann, hvernig og framtíðarsýnina fyrir þennan geira. Það er ekkert próf í þessum áfanga. Það er engin, það er ekkert krossapróf, það er ekkert tímapróf. Þið eru að öllu leyti metin eftir því hvernig efnið þið skilið. Þið getur ímyndað ykkur sem bara símats ritgerðar áfanga, ef þið viljið ekkert samanburð. En að öðru leyti þessi áfangi, held ég að öllu leyti mjög frábrugðinn þeim áfangum sem þið hafið verið í hingað til í þessu námi. Þannig að, já, ég held að það sé allt sem ég ætla að segja við ykkur í dag. Einhverjar spurningar? Þetta eru 4 verkefni. Það er að segja, verkefni 1, já, það kom í þessu hérna. Þetta er vitlaust hérna. Það er verkefni 1 sem er verkefni 1, einstaklingsverkefni, það er vefsíðugerðin. Það er í rauninni bara að búa til allt layouti sem þið ætlið svo að styðjast við restina af áfangunum. Verkefni 2 er að vinna parametrískt að verkefni fyrir geislaskera. Og það er líka að vera pressfit og svo framvegis. Það er að vinna með tvívídd. Verkefni 3 er að vinna með 3D-prentarann og undirbúa þrívíða módel fyrir 3D-prentun. Og þessi 3 fyrstu verkefni eru öll einstaklingsverkefni með svona smá pínu hópavinnu elementi í. Þetta er ekki hópavinnu beinlínis, heldur meira svona klasar af einstaklingum að hjálpa stað við að skilgreina ákveðna þætti við skera. Ég útskýri það betur. Lokaverkefni er svo hópavinnuverkefni. Það fer eftir hversu margir sitja áfangann. Ég hef verið að miða við að það séu ekki fleira en svona 10 hópar. Jafnvel færri.
og lokaverkefni snýr að því að nota stóra fræsin til þess að búa til í rauninni eitthvað. Og ég útskýri það líka betur þegar líður á. En þetta í rauninni fjögur verkefni. Lokaverkefni reyndar hef ég hingað til skipt upp í 2 þætti. Annars vegar að hanna og búa til og fræsa og hins vegar að kynna verkefnið, verkefnastýra því, búa til setja á vefsíðuna og alls konar svoleiðis. En ég mun örugglega breyta því aðeins í þetta skipti, þannig að ég ætla ekki að fara ítarlega í það. En þetta er bara það sem þið þurfið að vita. Þetta eru 4 verkefni sem slík. Og lokaverkefnið er í rauninni bara uppskölun á hinum 2 verkefnum. Þannig að þið notið element úr verkefni 2 og verkefni 3 til þess að framkvæma eða lokaverkefni. Ok. Einhverjar fleiri spurningar? Já, ég ætla að reyna að ráðast á það núna strax. Ég er komin með svona sæga þeim. Það hafi yfirleitt verið einhver 6 til 8 fyrirlestrar. Ég er líka að reyna að búa til betri kennslumyndbönd til þess að útskýra betur ákveðin element í Fusion og fleira. En þannig að ég vonast til þess að þau verði komin vonandi bara fyrir lok mánaðarins, allt efnið fyrir önnina. Þannig að þið getið unnið þetta svona dálítið á ykkar hraða. Tvíeggjaða sverðið í þessu öllu saman er hins vegar það að fyrir ykkur þá er það mjög þægilegt að mæta bara í tíma og þið vitið nákvæmlega hvar þið eigið að vera. Með þessu fyrirkomulagi, þar sem ég held ekki mánudagsfyrirlestra, þá er alveg líklegra að þið týnist pínu í hvar þið eigið að vera. Þannig að ég set meiri áherslu núna á að þið séu skipulögð. Það við kannski skoðum það aðeins hérna. Að mín ábyrgð er að halda góðu skipulagi á áfangunum. Þannig að þið séu vel upplýst eða eitthvað breytist eða eitthvað hvar þið eigið að vera. Mín ábyrgð er líka að taka upp fyrirlestrana og deila með ykkur. Að útbúa eða aðstoða ykkur við að finna ítarefni, þar að segja að þið viljið gera eitthvað X og þá aðstoði ég ykkur við það. Að veita ykkur upplýsingar með góðum fyrirvara ef eitthvað breytist. Ef ég þarf til dæmis að geta ekki verið viðloðandi einhverja verklega tíma eða eitthvað þannig. Veit ykkur aðgang að tæknibúnaðinum og að hann virki vel og rétt. Að fara yfir verkefnin ykkar tímanlega og veit ykkur upplýsingar hvernig þið að standa ykkur í áfangunum. Já, það minnum mig á það. Ýmislegt sem að minnum mig á. Sem sagt, það verður jafningjamati í þessum áfanga líka. Það virkar þannig að þið sendið mér, það er skilafrestur á segjum verkefni 1 sem er 27. janúar. Þið skilið verkefninu og þið fáið 2 verkefni frá 2 öðrum í staðinn. Þið farið yfir verkefnin, kveikt á ákveðnum matskvarða og veitið samnemyndum ykkar umsögn og þið hafið viku til að gera það. Eftir það megið þið sem að fenguð umsögnina betrumbæta vefsíðuna byggt á þeim upplýsingum. Síðan fer ég yfir vefsíðuna og gefa ykkur lokaeinkunn. Meikar það sens? Þannig að nemandi A fær umsögn, ég myndi meta þetta sem 7, það er þessi og þessi hlutur sem þú gleymdir og sem minnum á það, ég gleymdi þeim líka, ég ætla að bæta þig hjá mér. Þannig að ég reyna að stuðla svona pínu virku samtali innan vefsins síðurnar ykkar, verkefnin ykkar. Þannig að þegar ég fæ vefsíðuna í hendurnar
að þá á hún að vera eins nánast í tilbúin eins og hægt er. Samþykkt. Hérna matskvarðin fyrir það. Ykkar ábyrgð er að halda ykkar skipulagi góðu. Það er að segja vera upplýst hvenær þið vera að skila verkefnum, hvenær þið að falla á tíma. Ef að þið náið ekki að skila verkefnum á réttum tíma að þá er það bara mínus. Að þið vinnið öll hönnunarskjölin ykkar vel og það er ekkert að því að hætta og byrja upp á nýtt. Þið eru líka að læra að hanna og þannig og þessi forrit eru oft þannig að maður er kannski fyrst byrja maður og skissar þetta upp og síðan er alls konar þættir í hönnuninni sem að virka ekki eða maður skilur ekki alveg, ekkert að því bara byrja alveg upp á nýtt. Maður er mjög fljótur, maður er kannski 25% af upprunalega tímanum við að gera hlutin aftur og þá í rauninni miklu betur. Ykkar, já, þið þurfum líka að vista það og deila því á svona viðeigandi og réttum síðum og ég útskýri það betur þegar verkefnin koma. Þegar komum fram með tækjabúnaðinn, verkefnin og hráefnin á ábyrgð, þannig að þið séuð ekki að spilla hráefni óþarflega mikið eða nýta tækjabúnaðinn á máta sem er vondur fyrir tækjabúnaðinn eða eitthvað þannig. Að nota viðeigandi persónuhlífar og þá er ég meira að hugsa kannski shopbotinn eða þannig. Ykkar ábyrgð líka að taka frumkvæði að því sjálf að googla og spyrja gervigrindina, hvernig ger ég þetta og svo framvegis. Ég get svarað fullt af spurningum en oft er bara internetið miklu gáfaðara en ég og ég myndi kannski jafnvel bara sjálfur leita því. Þannig að áður en þið spyrjið mig að gáðið hvort þið finnið ekki bara upplýsingar hvernig þið framkvæma viðkomandi hluti á netinu. Ég er samt ekki að segja ekki spyrja mig, bara segja ykkur að netið er ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Að skila þeim verkefnum tímanlega með vefsíðuna þá er það þannig að þið getið alveg skilað, þegar þið skila hlekk í verkefni 1 eigið að skila hlekk. Þið þurfið ekki að skila fullkláraðri síðu alveg eitur og bingo. Af því að þið getið alltaf bætt síðuna eftir að þið búin að skilja hlekknum skiljiðinu. Þannig að já. Að hjálpa hvert öðru með ákveðna þætti og vísa í höfunda. Ef þið notið höfundaverk annarra að bara vísa í það í texta. Já, einhver spurningar á þessu? Ég held þessi bara alveg 100% með að nota það. Ekki? Yes, sorry. Erum það ekki bara nokkuð góð? Glæsilegt.